Hún er eitthvað tíma til þess að vera stressaður eða eitthvað svoleiðis. Þið kynntust fyrst fyrir nokkrum árum síðan, árið 2001. Voru bæði að vinna á stöðinni, eins og ég veit, og kynntist þar yfir sveittum hamborgum og knöskum. Og þið unnuð það saman í 2 ár án þess að nokkuð gerðist ykkar á milli. Góðir hlutir gerast hægt. Síðan eftir að Lilja hafði dvalið nokkuð tíma í Danmörku og komið heim aftur, þá fóru hlutirnir að gerast. Ástin kviknaði. Nú hafið þið verið saman í 5 ár. Hvarf mánuðum saman í vinnu. Kom svo út með fulla vasa peninga. Hún var sennilega eina manneskjan í heiminum sem hafði hort á fleiri Simpson-þætti en við allir til samans. Og það var ótrúlegt hvað áhugamálin lágu vel saman og ég vil bara þakka vel fyrir að vinur okkar hafi fengið svona góða konu. Ég veit að á þeim tíma sem að þið hafið átt saman, hafið þið fundið ykkar samhljóm í lífinu. Lilja drekkur ofsalega mikið kaffi og ég held að sé erfitt fyrir hann að halda sér 2 bollum á dag núna. Lýs ég því yfir að þið eruð rétt og sönn hjón, bæði frammi fyrir Guði og manni, í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Hann er fyrsti einstaklingurinn sem ég sá þegar ég flutti í nýtt hverfi. Lúmskasti strákur sem ég hef nokkuð tíman á ævinni kynnst. Og 13 ára, eða þann aldur, þá byrjaði hjólabretta dellan. Ég og Tryggvi erum að keyra og Arnar bara meira. Arnar, það sem við þekkjum á honum, hann er mjög þögull, stór og fluggáfaður og við viljum alltaf vera með hann við liði og spila Trivial, af því hann vinnur alltaf. Splæst á öll okkar skólafyllir í.